Komiði sæl, gaman að sjá hversu margir eru komnir hingað á Ísafjörð í dag og ég þakka líka samferðamönnum mínum í vélinni fyrir samstöðuna. En það er mjög mikið fagnaðarefni að þingi skuli vera haldið hér á Ísafirði. Þetta þing sem að Iðnaðarráðuneyti og Ferðamálastofa er að halda í samvinnu við Hönnunarmiðstöð, Arkitektafélag Íslands, Byggðasafn Vestfjarða, Nýsköpunarmiðstöð og Íslandsstofu. Vegna þess að það fer vel á því að einmitt hér á Ísafirði að þingi skuli vera haldið hér sem er sérstaklega helgað tengslum ferðaþjónustu og skapandi greinar. Við höfum séð það á síðustu árum hvernig Vestfirðingum hefur tekist að skapa sér sérstöðu með þróun á ferða- og afþreyingartilboðum sem bjóða upp á einstaka upplifun sem ekki er í boði annars staðar. Vestfirðingar vísa hér veginn og er að leggja grunn að grænni ferðaþjónustu sem þegar er orðin mjög eftirsótt. Þetta svæði hefur sérstöðu sem verður æ sterkara tromp í íslenskri ferðaþjónustu og það er líka gaman að sjá hversu vel hefur tekist til hjá landsvæðunum að marka sérstöðu, draga hana fram og það verður sá fjölbreytileiki sem er að skapast þvert landið er það sem mun gera og er að gera íslenska ferðaþjónustu og Ísland sem ferðamannaland jafn áhugavert og raun ber vitni. En síðasta ferðamálaþing, það var haldið í maí á síðasta ári í miðju Eyjafjallajökulsgosi og við stóðum frammi fyrir fordæmalausu neyðarástandi þegar flugsamgöngum við landið var ógnað. Með snöggum viðbrögðum og einstæðri samstöðu tókst okkur að komast í gegnum þá þraut og við lærðum mjög mikið af henni og ég tel að við göngum nú sterkari saman heldur en nokkru sinni fyrr til móts við bjartari tíma í þessari atvinnugrein. Við erum söguþjóð Íslendingar og í Inspire by Iceland þá snérum við svolítið upp á það með því að láta landið okkar, gesti þess og heimsþekkta Íslandsvini segja söguna að Ísland væri opið og aðgengilegt og aldrei eins mikil ástæða og rík ástæða til að heimsækja það heldur en einmitt sumarið 2010. Í heimi markaðsfólks og auglýsinga og almannatengslastofa er Inspire by Iceland orðið alþekkt hugtak enda margtilnefnt til verðlauna og hefur líka hlotið eftirsótt verðlaun. Okkur Íslendinga og ferðaþjónustuna skiptir það mestu máli að það tókst að skapa jákvæða umræðu á netinu og í samfélagsmiðlum sem ná allan heim en netið og sögur frá vinum og vandamönnum ráða orðið mestu ákvarðanir fólks í ferðamálum. Og ég man ekki hverjar tölurnar eru en það voru fleiri milljónir sem að þetta verkefni snerti með einum eða öðrum hætti gegnum samfélagsmiðlana eins og Twitter og líka með sendingu myndbandana og með fleiri slíkum leiðum. Það er kannski einhverjir aðrir en ég hér sem eru með þær tölur á hreinu. En góðir þinggestir, árið í ár er algjört metár í komu ferðamanna hingað til lands. Aukningin hefur undanfarin áratug verið 10% að meðaltali en nú stefnir í að hún verði nær 20%. Athyglisvert er að skoða hvernig samsetning þjóðernis erlendra ferðamanna hefur breyst en fjölgun bandarískra ferðamanna hingað til lands er yfir 50% á milli ára. Það eru góðar fréttir, ekki síst í ljósi tíðinda af erfiðleikum í efnahagslífi Evrópulanda og líka Bandaríkjanna. En þess þá heldur, vegna þess að ekki viljum við heldur hafa öll eggin í sömu körfu og þegar okkur tekst að vinna nýja markaði eins og í þessu tilfelli með jafn afgerandi hætti þá er það sigur fyrir greinina. Þá er það einnig góð tíðindi að mikil aukning hefur orðið á gistinóttum Íslendinga á hótelum hér innanlands og í júlí síðastlinnum voru 27.000 gistinæturnar samanborið við 18.000 í júlí 2010 og þeim er því að fjölga rúm 52% á milli ára. En náttúran lét nú aldeilis finna fyrir sér á vordögum, rétt við upphaf ferðamannavertíðarinnar, er gosvarði í Grímsvötnum og öskufallið gríðarlegt. Var aftur einstakt að verða vitni að æðruleysi íbúana þarna á þessu svæði, svo þau hafa orðið fyrir ítrekuðum áföllum og fylgjast með því hvernig allir lögðust á eitt við að hreinsa ösku og gera klárt fyrir sumarið. Nú kom sér vel að hafa aðgang að viðbragðsteymi ferðaþjónustunnar sem við settum af stað vegna gossins í Eyjafjallajökli, en teymið er orðið mikilvægur vettvangur til að færa almannavörnum, stjórnvöldum, stofnunum, sjónarmið greinarinnar og einnig til að læra af sérfræðingunum sem hjá almannavörnum starfa.
En ég verð samt að viðurkenna og segja það við ykkur að mér finnst þetta teymi kannski orðið full reynslu mikið á stuttum tíma. En við vorum síðan rétt búin að kasta mæðinni eftir öskuhreinsunina þegar Mýrdalsjökull ruddi burt brúnni þegar hlaupi í Mýrdalsjökli ruddi burt brúnni af Múlakvísl. Þar með var hringvegurinn í sundur og einum helsta ferðamannasvæði landsins og að þessu sinni á háannatíma ferðaþjónustunnar. Það má segja að góð ráð hafi vissulega verið dýr. Stjórnvöld brugðust auðvitað skjótt við þessu og ný brú var smíðuð á með tíma, en jafnframt liðka fyrir umferðin Fjallabaksleið niðri með vegbótum og bættum merkingum meðal annars á vöðum. Starfsfólk bílalega vann líka ómetanlegt starf við erfiðar aðstæður og sýndu hugmyndaauðgi og hugrekki sem eftir var tekið og vil ég þakka þeim kærlega fyrir að hafa lagt sér fram við að létta undir með lögreglu, björgunarsveitum og að aðstoða ferðafólk algjörlega óháð því hvort var að ræða þeirra viðskiptavini eða aðra ferðamenn. En ég ætla að gera hérna örlitla játningu í þennan hóp. Það er nefnilega þannig að síðan að ég var ferðamálaráðherra þá hafa orðið 4 náttúrulegar uppákomur. Það er Fimmvörðuháls, Eyjafjallajökull og Grímsvötn og svo Múlakvísl. Í öllum þessum tilvikum, í þeim fyrstu 3 þá var ég stödd utan bæjar og var að vakna, ýmist eftir að hafa lagt mig eða eftir nóttina þegar ég fekk fregnirnar af hamförunum. Og núna í sumar var ég í brúðkaupsferðinni þegar Múlakvísl lét á sig kræla. Þannig að ég verð að viðurkenna fyrir ykkur að ég þori varla orðið að leggjast til svefns utan heimilis og meðan ég gegn þessu starfi að láta almannavarnir vita. En að öðru, þá samþykkti Alþingi í vor ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2011 til 2020. Og ég hvet ykkur hér öll og veit nú að þið hafi kynnt ykkur efni hennar vel, en hún er stutt og hnitmið og við reyndum að afmarka hana vel við skýra þætti. Áætluninni fylgir síðan töluvert plagg sem meðal annars er aðgerðaráætlun sem stendur upp á stjórnvöld að vinna að í samvinnu við greinina. Mikil áhersla er þar lögð á vöruþróun og nýsköpun í ferðamálaáætlun. Á vegum iðnaðarráðuneytisins er nú þegar lagt töluvert fé til vöruþróunar og nýsköpunar í ferðaþjónustu, meðal annars í gegnum vaxtarsamninga og menningarsamninga. Og í nýlegri samantekt okkar þá má sjá að á árinu 2010 að þá nam stuðningur ráðuneytisins við ferðaþjónustu með beinum og óbeinum hætti 240 milljónum króna og þar er þá markaðsfé fyrir utan þá tölu. Þar af er hlutur vaxtarsamninga mestur en stuðningur við ferðaþjónustuverkefni gegnum vaxtarsamninga var 85 milljónir króna og síðan 63 milljónir gegnum menningarsamningana. Styrkir ferðamálastofu til úrbóta á ferðamannastöðum námu síðan 48 milljónum. Auk þessa er stuðningur ráðuneytisins í gegnum norræna og evrópska sjóði 42 milljónir og stuðningur ranni síðan 22 milljónir. Og hér er það ótalinn stuðningur við verkefni á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem er bæði fjárhagslegur og faglegur á sviði vöruþróunar. En í þessu samhengi, þið heyrið að ferðaþjónustan er að fá stuðning víða að, þá þykir mér líka rétt að greina ykkur frá því að við erum núna, iðnaðarráðuneytið og stofnanirnar 3 sem að sinna atvinnuþróun okkar vegum, við erum núna að fara í gegnum allt þetta kerfi með það að markmiði að samþætta það og einfalda þannig að aðgengið að því verði skýrt og fyrir ykkur sem eru að sækja þennan stuðning að það verði skýrt hvað í boði er og aðgengi verði einfalt. Upphafið að því er ný vefsíða sem heitir atvinnuvegurinn.is. Þar er svona dregið saman allir þessi helsti stuðningur en í framhaldinu að þá munum ganga enn lengra á komandi vetri til þess að styrkja stöðu þessara verkefna potta. En á árinu 2011 að þá lauk verkefninu Gáttum sem unnið hefur verið sameiginlega á vegum ferðamálastofu og nýsköpunarmiðstöðvar á 3 stöðum á landinu. Það verkefni var tilraunaverkefni í klasasamstarfi á sviði ferðaþjónustu og þrátt fyrir að formlegri aðkomu nýsköpunarmiðstöðvar og ferðamálastofu að gáttaverkefninu sé lokið þá halda þau samt áfram. Dæmi árangur þeirra vinnu sem unnið hefur verið að í gáttaverkefnum má sjá á fjölmörgum áfangastöðum. Í Skagafirði eru nú í boði ferðir sögustæði Sturlungu, þeir eru merktir og gerðir aðgengilegir. Haldinn árlegur sögudagur, gefnir hafa verið út bæklingar og korttengt verkefninu og fleira mætti telja. Í Borgarfirði er núna ævintýrakort fyrir börn sem að vilja fylgja slóðsögu sem er 9 ára stelpa sem heitir Álfadrenginn Jökul á ferðalagi.
Á stöðunum sem tóku þátt í verkefninu sérstaklega vel tekið á móti börnum og fjölskyldum og hugsað hefur verið vel fyrir þörfum barna og fjölskyldna á ferðalagi. En það standa vonir til að hægt verið að fjölga þessum gáttaverkefnum og víkka út áherslu þeirra því að frá því að vera eingöngu á sviði menningartengdra ferðaþjónustu til þess að miða því að auka sveigjanleika til afþreyinga utan háannatíma. En að ferðast Ísland eru upplifun. Við eigum fjölmargar perlur sem eru nú þegar í boði fyrir ferðamenn að njóta og upplifa, en eru þó óteljandi upplifanir sem á eftir að pakka inn í þann búning að hægt sé að njóta þeirra til fulls og það snýst að verulegu leiti vöruþróun í ferðaþjónustu. Að pakka inn, setja á svið, skapa væntingar og uppfylla þær. Væntingar einstaka upplifun það sem hefur og getur og mun draga ferðamenn áfram hingað til lands. Þess vegna samstarf skapandi greina og ferðaþjónustu svo mikilvægt. Það nú þegar fjölbreytt og spennandi og ástæða til að hvetja til enn meiri samvinnu þessara greina eins og gert með áherslum þessa ferðamálaþings. Því dæmin sýna að þar sem skapandi greinar og ferðaþjónusta mætast að þá gerast frábæri hlutir og má það nefna viðburði eins og Iceland Airwaves og aldrei fór í suður hér á Ísafirði og fleira slíkt. Eins líka hönnun á stöðum eins og Bláa lóninu og Böðunum á Laugavatni og fleira mætti nefna. En örstutt í júní framkvæmdasjóð ferðamannastaða en eins og þið vitið þá voru lög hans samþykkt núna í júní síðastliðnum en honum ætlað að verja honum til og fjármunum úr honum til uppbyggingar viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum. En ég lagði mjög mikla áherslu á það að sjóðurinn hefði heimild til að fjármagna undirbúning og hönnun vegna framkvæmda en vaxandi skilningur hefur verið á mikilvægi þess að hönnun taki mið af og sé í sátt við náttúrulegt umhverfi. Svo og á því að í skipulagsvinnu sé tekið tillit til sjónarmiða ferðaþjónustunnar og umhverfisvitundar. Þannig að samspil hönnunar og uppbyggingar á að vera mjög ríkt hjá sjóðnum. Ég anda þess megin tilgangs sem lá að baki Íslandsstofu sem var að ná fram hagræðingu með því að beina markastarfi allra útflutningsgreina í einn farveg að þá gerðum við núna í byrjan þessa árs iðnaðarráðuneyti og Íslandsstofa 5 ára samning markastarf erlendis. Samningurinn upp á tæpar 300 milljónir króna auk þess sem markaðsgjaldi sem Íslandsstofa fjármögnuð fyrir rennur að verulegu leyti til landkynningar. Það því mikils vænst af Íslandsstofu og mér líst mjög vel á samstarfið fram að þessu. Markmið samnings ráðuneytisins og Íslandsstofu að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar og markaðsstarfi í þágu íslenskrar ferðaþjónustu og skerpa heildstæða ímynd íslenskrar ferðaþjónustu svo auka með gjaldeyristekjur, auka hagvöxt og atvinnusköpun. Áherslur og markmið geta tekið breytingum vegna stefnumótunar og nýrra tækifæra sem skapast á sviði markaðsmála. Þó að samningurinn sitji 5 ára þá hann ekki það niður steyptur, að hann geti ekki tekið mið af því sem að gerast í greininni. En Ferðamálastofa, hún fer með leyfis- og tryggingamál ferðaskrifstofa lögum samkvæmt og mun nú enn frekar beina sjónum sínum að uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar með verkefnum á sviði gæða öryggismála, umhverfismála og markaðsmála innanlands. Þá líka hún auðvitað eins og þið vitið að sinna stuðningi við klasa af ýmsum toga, sérhæfða klasa eins og sögutengda ferðaþjónustu og heilsutengda ferðaþjónustu. Iðnaðarráðuneytið og við bindum mjög mikla vonu við að enn betri árangur muni nást með þessu breytta fyrirkomulagi, ekki síst hvað varðar lengingu ferðamannatímans. Endurskoðun laga skipan ferðamála eilífðarverkefni, þar sem svo dýnamísk atvinnugrein á í hlut. Ég stefni að því að leggja fram frumvarp núna alveg á næstunni, þar sem nokkra breytingar eru gerðar á lögunum. En þið munu auðvitað mörg hver hafa tækifæri til þess að segja ykkar skoðun á þessu frumvarpi áður en ég mun leggja það fyrir þingi og ég hvet ykkur til þess að gera það. En þar verður að ræða breytingu á verkefnum Ferðamálastofu sem þá í samræmi við lög Íslandsstofu og framkvæmdasjóð ferðamannastaða. En þá líka stefnt að því að breyta hlutverki ferðamálaráðs í ljósi breytts umhverfis og vísa ég þá til fagráðs ferðaþjónustunnar og samráðsvettvangs ferðamál, en ég legg áherslu á að á nýjum samráðsvettvangi verði aðilar úr stjórnsýslu, rannsóknargeiranum, umhverfisgeiranum og atvinnulífinu sem að hafa yfirsýn yfir þarfir greinarinnar og hvernig maður bæta þjónustu hins opinbera við hana.
Þannig að þetta verði aktífur samráðsvettvangur það sem að gerast í greininni, þannig að menn geti samhæft sig og samræmt og tryggt að hér sé ekki heldur tvíverknaður, bæði hjá hinu opinbera og annar staðar. Þannig að við séum öll að róa í sömu átt. Þá líka stefnt að því í þessum lagabreytingum að taka betur á öryggismálum ferðafólks með því að gera kröfu áhættumat og öryggisáætlanir. En í ferðamálaáætlun nýsamþykktri þá mikil áhersla lögð á kannanir, rannsóknir og spár. Í ljósi þessa að þá bauðst iðnaðarráðuneyti til þess að halda næsta Global Forum on Tourism Statistics sem haldi verður í Hörpu 14. til 16. nóvember 2012 en þetta þing haldið annað hvert ár. Það von ráðuneytisins að vel takist til með þetta þing hér á landi og að þeir sem málið varða nýti sér þetta tækifæri til þess að fræðast enn frekar mikilvægi hagtalna í ferðaþjónustu. Ég held að ekkert okkar hér inni efist það mikilvægi. Við eigum ekki að láta staðar numið fyrir en það búið að uppræta svarta atvinnustarfsemi í ferðaþjónustu og búa svo hnútana að tölfræðin sé eins áreiðanleg og í landbúnaði og sjávarútvegi þar sem gerði grein fyrir hverju kíló og hverjum lítir. Þetta skiptir okkur öll máli, þetta skiptir stjórnsýsluna máli vegna þess að þegar við erum að búa til verkfæri til að styðja við atvinnugreinar þá skiptir okkur öllu máli að við höfum hagtölur sem að gera okkur grein fyrir áhrifum þessara verkfæra á hverjum tíma. Það skiptir líka máli fyrir greinina sjálfa að sjálfsögðu í heild sinni. Þannig á þetta verður lögð mikil áhersla á næstunni. En eins og ég kom að í upphafi að þá getur ótryggt efnahagsástand í okkar helstu viðskiptalöndum orðið okkar helstu ógn á næstunni. Við þurfum því að herða okkur enn í gæðamálum og umhverfisvernd svo landið haldi áfram að vera skýr valkostur svo margra ferðamanna. Eins þurfum við að horfa í fleiri áttir til að fá hingað ferðamenn. Íslendingar á ferð eigið land eiga líka að sjást utan sumartímans og við þurfum að búa til einhverja hvata til þess. Ég hefði stundum velt í fyrir mér hvort að við ættum að taka saman höndum og fá ferðaþjónustuna og ykkur til þess að bjóða Íslendingum upp á tilboð og upplifanir einhverju tagi, til dæmis í janúar næstkomandi og fá þau síðan í staðinn til þess að segja sögur af þeirri upplifun vinum sínum og vandamönnum erlendis. Allt þetta getum við skoðað í okkar ágæta samstarfi. En við erum sannfærð að ferðaþjónustan að hún sé sú atvinnugrein sem hefur hvað mestan vaxtarþrótt í landinu núna. Og í henni má með tiltölulega litlum viðbótarfjárfestingum ná fram hagræðingu, betri afkomu, fjölgun starfa og auknum tekjum fyrir þjóðarbúið. Gjaldeyristekjur af ferðamönnum, ef við tökum 500.000 ferðamenn, hafa verið taldar 155 milljarðar á síðastlinu ári. Á árinu 2010 voru gjaldeyristekjur á sjávarútvegi og áliðnaði 220 milljarðar. Í ár áætlað að erlendir ferðamenn verðum 600.000 og að 3 árum liðnum að þá engin ofrausn að áætla þeir geti verið komnir upp í 800.000. Það þarf því ekki mikla reikningskúnstir til þess að fá það út að þá verði ferðaþjónustan búin að ná sjávarútveginum í gjaldeyrisköpun. Auk þess hún öðrum greinum mikilvægri við að halda öllu landinu í byggð og stöðva flótta kvenna á landsbyggðinni. En kæru þinggestir, það alla þessa hluti sem markaðsverkefnið Ísland allt árið snýst. Verkefni sem hleypt verður á stokkunum í byrjun næstu viku við ætlum fram úr öðrum greinum. Ekki vegna þess að það sé markmið í sjálfu sér, heldur vegna þess að það bæði skynsamlegt og mögulegt að gera það. Og við þurfum að gera það þannig að sómi sé að og þannig að allt landið njóti ávaxtanna og álagi að vaxandi ferðamannastraumi sé dreift enn betur. Við ætlum að laðinga ferðamenn sem ferðast mikið, hafa áhuga á löndum og fjölbreyttri menningu þjóða og sækjast eftir útivist og afslöppun í heilbrigðu umhverfi. Við ætlum að höfða til þeirra beint og ná til þeirra með nýjum sögum og persónulegri nálgun. Ég ætla því hér að fá að bregða upp þannig að þið hafið mynd af því sem framundan í þessu efni og ætla að fá að bregða upp hér svipmynd af verkefninu sem í vændum það að segja Ísland allt árið.
I will show you how we make our Icelandic sweater. We're going kayaking. I would like to invite you to one of my classes. I would like to invite you with me to the geothermal baths in Hoffell. I would like to invite you for a walk and a monster soup. I'd like to invite you to a concert. I would like to show you Pallurinn one day. I would like to invite you for a traditional Icelandic ice cream car ride. I would like to invite you to my living room where I will sing for you a couple of Icelandic songs. Það var örstutt mynd en þetta verður kynnt betur í næstu viku en þetta sáu þið svona hugmynduna bak við þetta sem heimboð Íslendinga til fólks úr öllum heiminum. Þetta verður á persónulegu nótunum eins og fyrra átak sem gafst vel en svona stærri myndin að þessi verður kynnt á síðari tímum. En ég get ekki lokið þessu hér í dag, öðruvísi heldur en að þakka öllum þeim sem hafa komið undirbúningi þessa ferðamálaþings. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir þeirra miklu vinnu sem að þið hafið lagt á okkur við þennan undirbúning. Og ég vænti mikils og hlakka til að heyra líka afraksturs starfsins sem að hér á eftir að eiga sér stað í málstofum eftir hádegi og þakka ykkur innilega fyrir framlag ykkar til þessa ferðamálaþings öll sem hér eru komin. Með þessum orðum og þá set ég ferðamálaþing árið 2011.